Komið sæl, þá fer fram 80. fundur sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar haldinn í Þingeyjar 5. 28. maí 2026. Fundurinn hefst nú því miður ekki fyrir 14:25 þar sem að stjórnarfólk hafði ýmislegt að skrafa í aðdraganda síðasta fundar. Fundinn sitja Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson var fjarverandi, í staðinn situr fundinn Anna Bragadóttir, Jónar Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónísson fjarverandi en í staðinn situr fundinn Úlla Árdal, Haraldur Bóasson og Margrét Hólm Valsdóttir, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs sem einnig ritar fundargerð. Fundur settur, gera einhver athugasemd við boðun fundarins, svo ekki. Þá langar mig til að biðja ykkur að samþykja ykkar til að bæta nokkrum málum á dagskrá með afbrigðum. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður 2 verði fundargerð 50. fundar skipulagsnefndar vinsælast geðmerki. Það samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður 15 aðalskipulag 2024 til 2044 séu tekin á dagskrá vinsælast geðmerki. Samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður 16 jarðböðin breytt afmörkun byggingarreitsbreyting á deiliskipulagi verði tekin á dagskrá með afbrigðum vinsælast geðmerki. Samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að liður 18 skýrsla kjörstjórnar vegna sveitarstjórnarkosninga 2026 verði tekin á dagskrá með afbrigðum vinsælast geðmerki. Samþykkt samhljóða. Afsakið. Þá fyrsti liður á dagskrá fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 49. fundar skipulagsnefndar. Fundargerðin í 10 liðum og engin þeirra þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég ætla að renna eldsnöggt yfir þessa fundargerð. Á fundinum var farið yfir merkjalýsingar á Hnjúki sem að skipulagsnefnd gerði ekki athugasemd við. Hún einnig var óskað eftir umsókn stöðleyfi fyrir sölubás, sem Ría óskaði eftir stöðleyfi fyrir sölubás að Dettifoss í landi Reykjalíðar og skipulagsnefnd gerði ekki athugasemd við veitingu stöðleyfisins. Mál kemur varðandi dæluhús í Helgavogi, breyting á íbúðarhúsnæði, umsókn byggingarleyfi og skipulagsnefnd bókar svo. Skipulagsnefnd vill leita leiða til að samræma sjónarmið náttúruvernd og nýtingu sem koma fram í umsögn Náttúrufræðistofnunar og starfsmanni falið að ræða við fulltrúa Náttúrufræðistofnunar málinu frestað. 4. málið var að Þeistareykjavirkjun breyting það sem fulltrúar frá Landsvirkjun kom inn á fundinn og fóru mögulega staðsetningu gufulagna og framtíðaráform Landsvirkjunar á Þeistareykjum og það sem að skipulagsnefnd samþykkti í kjölfarið að Landsvirkjun inni óverulega breytingu vegna aðlögunar að lagnaleiðum innan Þeistareykjasvæðis samkvæmt framlögðum gögnum. Mál númer 5 varðaði Laugavelli gróðurhús það sem að skipulagsnefnd bókaði að fela skipulagsfulltrúa að kalla eftir gögnum á Grendarkynna, umsóknum lóð á Laugum í Reykjadal það sem málinu var frestað til næsta fundar sem við fjöllum hér á eftir. Mál nr. 7 varðaði einnig lóð það sem málinu var frestað til að afla frekari gagna. Það kemur fram í fundargerð hér á eftir. Mál nr. 8 var Vatnajökuls þjóðgarður viðauki við stjórnunar- og verndaráætlun. Það er hér lagt fram til kynningar en sveitarstjórn hefur þegar fjallað um málið og skipulagsnefnd gerir því ekki athugasemdir við það. 9. liður var Mývatn og Laxá, endurskoðun stjórnunar- og verndaráætlunar. Það sem kynning á stöðu, það sem haldnir hafa verið 3 fundir og gögn frá fundinum lögð fram til kynningar og umræðu. Mál nr. 10 varðar aðalskipulag Þingeyjarsveitar endurskoðun þar sem HMS hefur farið yfir framlögð gögn og bendir á ákveðin atriði sem þarf að bregðast við og eða lagfæra. Skipulagsnefnd bókaði þannig að hún fól skipulagsfulltrúa að vinna drög að svörum við athugasemdum HMS í samráði við ráðgjafa og boðar síðan til aukafundar skipulagsnefndar næstkomandi miðvikudag klukkan 10 sem er það 50. fundur sem við fjöllum hér á eftir. Fleira ekki gert á þessum fundi. Þau ykkar sem vilja taka til máls þessa fundargerð
skal ekki gefa merki. Svo ekki þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerð vinsamlega gefa merki. Hún staðfest. Þá næsti liður á dagskrá fyrir skipulagsnefnd 50. fundur en fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 50. fundar skipulagsnefndar á 27. maí sem í 9 liðum og liður 2 og 3 þarnast afgreiðslu sveitarstjórnar eru sérliðir á fundinum. Ég ætla að renna aðeins yfir þessa fundargerð. Einmitt. Akkúrat. Vill einhver annar taka til máls? Fyrsta mál á dagskrá nefndarinnar var verklýsing undir íbúðarhús á Björgum og sem að skipulagsnefnd gerði ekki athugasemdir við. Næsta mál jarðböðin breytt afmörkun byggingarrits, breyting á deiluskipulagi. Það sem skipulagsnefnd samþykkir óverulega breytingu samkvæmt framlögðum gögnum ásamt þeim breytingum sem ræddar voru á fundum sem hins vegar hafa borist fyrir þennan fund og liggja fyrir sveitarstjórn, þannig að það hægt að gera athugasemdir ef einhver vill. Þriðji liður kemur hér til staðfestingar á eftir, það eru lagðar fram tillögur að svörum við umsögn HMS og það sem skipulagsnefnd bókaði að skipulagsfulltrúa var falið að uppfæra skjalið og málinu var vísað til sveitarstjórnar, kemur hér seinna á eftir. Mál númer 4 var að dæluhús í Helgavogi, breyting í íbúðarhúsnæði. Á fundinn komu Sölvi Rúnar Vignisson og frá Náttúrufræðistofnun og Dagbjört Jónsdóttir frá Náttúruverndarstofnun. Málið var rætt með víðri nálgun enda ákveðnar sértækar aðstæður þarna á ferðinni vegna nálægðar við vatnið. Bókun var þannig: gestum fundarins þakkað fyrir komuna og góðar umræður. Farið var yfir viðkvæmni náttúru og fuglalífs á svæðinu. Rætt var hvaða sértæku skilmála væri eðlilegt að setja á svæðinu vegna breyttrar notkunar og hvernig hægt væri að tryggja að slíkir skilmálar haldi. Að ræða sértækar aðstæður þar sem verið að breyta þegar byggðu mannvirki í íbúðarhús alveg á vatnsbakka Mývatns þar sem verndargildi mjög hátt og hætta á raski á lífríki mikil. Skipulagsnefnd heimilar tímabundna búsetu á svæðinu í 1 ár með þeim skilmálum að húseigandi láti vinna deiliskipulag þar sem settar verða fram takmarkanir uppbyggingu og fráveitu í samræmi við bókanir nefndarinnar og að óheimilt sé að vera með rekstur og sölu gistingar í húsinu og sértækar umgengnisreglur í samráði við Náttúruverndarstofnun. Skipulagsnefnd beinir því til Náttúruverndarstofnunar að setja upp skilti á svæðinu með tilmælum umgengni. Skipulagsfulltrúa falið að koma á fundi með húseigendum og fulltrúa Náttúruverndarstofnunar til að fara yfir málið. Mál númer 5 varðar grjótaki á uppbygging innviða samkvæmt samþykktu deiliskipulagi umsókn framkvæmdaleyfi en fyrir lá samþykki landeiganda 93,1% úr landi Voga. Við deiliskipulagsgerðina voru haldnir fundir hjá landeigendum, málið sent til afgreiðslu hjá sveitarfélögum sem auglýsti deiliskipulagið með þeim auglýsingum og athugasemdum samt á frestum sem löglegir eru og allir geta gert athugasemd við. Nefndin bókaði þannig að skipulagsnefnd samþykkir að veita framkvæmdaleyfi byggt á samþykki 93,1% landeiganda og staðfestu deiliskipulagi. Vísað er til 7. greinar C 3. málsgrein jarðalaga nr. 81 frá 2004 þar sem heimilað er að aukinn meirihluti sameiganda geti tekið ákvörðun sem ekki telst venjuleg en þó hvorki óvenjuleg meiri háttar. Bent er á að að ræða framkvæmd í samræmi við gildandi deiliskipulag. Mál númer 6 varðar Laugar í Reykjadal umsóknum lóð. Það sem skipulagsnefnd bókar að hún veitir Orku náttúrunnar vilyrði fyrir lóð á Laugum fyrir hraðleiðslustöð. Unnið er að deiliskipulagi svæðisins og skipulagsfulltrúa falið að hafa samráð við Orku náttúrunnar, fyrirkomulag lóðar og aðkomu. Leitað verði samninga við Orku náttúrunnar aðkomu að breytingu á innviðum. Lóðar úthlutun án uppbyggingar húsnæðis verði til 15 ára og skilmálar settir hraða uppbyggingar. Mál númer 7 varðar einnig umsókn lóð Dalakon á Laugum. Skipulagsnefnd bókar svo hún veitir enn einum vilyrði fyrir stækkun á núverandi lóð fyrir fjölorkustöð. Unnið er að deiliskipulagi svæðisins og skipulagsfulltrúa falið að hafa samráð við enn einn fyrirkomulag lóðar og aðkomu. Leitað verði samninga við enn einn aðkomu að breytingu á innviðum.
Lóðarúthlutun án uppbyggingar húsnæðis verði til 15 ára og skilmálar settir hraða uppbyggingar. Skipulagsnefnd hefur efasemdir að hleðsla flutningabíla eigi við á þessu svæði og felur skipulagsfulltrúa að hafa samráð við enn einum mögulega staðsetningu slíkrar stöðvar. Mál númer 8 var Mývatn og Laxá, endurskoðun stjórnunar og verndaráætlunar verndarsvæðisins, þar sem verkefnislýsing lögð fram til yfirferðar, lagt fram til kynningar. Síðasta málið á þessum 50. fundi skipulagsnefndar var Steinsholt, umsókn byggingarheimild, þar sem Hilmir Freyr Halldórsson óskar eftir byggingarleyfi fyrir íbúðarhúsi að Steinsholti í Grímsstöðum. Framkvæmdin var grenndarkynnt. Skipulagsnefnd bókar þannig að hún samþykkir að veita byggingarleyfi og felur byggingarfulltrúa og annast málsmeðferð eins og lög og reglugerðir mæla þegar fyrir tilskilin gögn hafa borist. Þá hefur lokið þessari yfirferð. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Gerður, gjör svo vel. Já, ODT, takk fyrir þetta. Ég hef ekki endilega lagt það í vana minn að vera að gagnrýna vinnu nefnda, og enda þetta svo sem ekki gagnrýni, en ég lýsi samt svona undrun og furðu vegna bókana í málum nr. 6 og 7 vegna afgreiðslu lóðarumsóknir á Laugum, þar sem að sveitarfélagið á mjög takmarkað land. Þetta svona, takmarkuð auðlind, það eru lóðir á Laugum í eigu sveitarfélagsins. Og þarna að ræða eina lóð sem á milli Dalakofans og íbúabyggðarinnar við Lautaveg í norðri og syðri, og síðan að vestanverðu eru 2 íbúðarhús. Og það eru 2 umsækjendur þarna lóð, annars vegar Orka náttúrunnar fyrir rafhleðslustöð og hins vegar N1 fyrir fjölorkustöð, þar sem að verða trúlega færðir eldsneytistankar og það sett upp rafhleðslustöð líka, vegna þess að tankar N1 hér á Laugum, þeir eru komnir á tíma og eru algjörlega síðasta snúning vegna mengunarhættu. Og furða mín, hún byggist á því að nefndin ætli sér að koma fyrir þarna 2 rekstraraðilum, samkeppnisaðilum á þessu frímerki svo vel sé. Ég bara einfaldlega skildi ekki og væri mjög þakklátt fyrir útskýringar á því hver er sem sagt pælingin á bak við það að við þurfum 2 aðila á þessa litlu lóð. Við erum hérna í sveit, við erum ekki 101 þar sem að kannski samkeppnin er harðari. Ég vil líka benda á það að annað af þessu fyrirtækjum hefur verið hér með þjónustu á landsbyggðinni áratugum saman og er með heilmikla starfsemi í sveitarfélaginu í dag, skaffar heilmörg störf, er að sækja eða er að leita að lóð fyrir stækkun útvíkkun síns rekstrar í Mývatnssveit, sem ég bara tel mjög jákvætt. Þannig að ég óska til skýringu á því af hverju þessi aðþrenging að núverandi þjónustuaðila. Vill einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svar ekki, þá er réttir að svara þessu. Nefndin mat það svo að þarna séu vissulega takmörkuð landgæði að ræða og einmitt það eins endurspeglast meðal annars í þeirri athugasemd sem nefndin telur að hleðsla vörubíla í þarna illa við. Við erum hins vegar að vinna deiliskipulag og viljum gjarnan fá betri útskýringar á þeim áformum sem að þessi aðilar hafa hugsað sér. Það var kallað eftir þeim eftir síðasta fund, en það komu mjög takmarkaðar upplýsingar hvað þessi fyrirtæki sæju fyrir sér. Hvort er rétt að pota þeim þarna saman verður að skýrast, en deiliskipulagsvinna stendur yfir og lóð N1 við Dalakofan sem að við vissulega erum alveg til í að skoða stækkun og eru hálfur hektar eiginleitt. Þannig að þeir hafa nú svolítið pláss að ræða. Jóna Björg, vel. Já, takk gott þetta, og mér langar aðeins til þess að bæta við svari til sveitarstjórans að til þess að skýra kannski betur bókanir nefndarinnar, og það kannski bara upp á okkur að klæga að hafa ekki verið skýrari, að það standi ekki til að útluta N1 og Orku náttúrunnar nýrri lóð báðum, heldur að farið verið í viðræði við N1 að stækka mögulega lóð Dalakofans.
til þess að koma fyrir starfsemi, en það er það ekki mikil stækkun enda lóðin ágætlega stór og útluta orku náttúrunnar hugsanlega 1500 fermetra lóð. Takk fyrir Jóna, skýrari. Viljum við fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá er lokið umræðum um þennan lið. Þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerð vinsamlegast gefið merki. Það er staðfest af öllum nema einum, er einhverja móti. Svo er ekki, þú situr hjá. Viltu gera grein fyrir því? Já. Þá er komið að þriðja mál á dagskrá sem er SSNE, skipan stjórnar og þingfulltrúa. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá SSNE varðandi skipan stjórnar og þingfulltrúa í upphafi nýs kjörtímabils. Viljum við taka til máls undir þessum lið. Jóna Björg. Já, takk áttu við til. Mér langaði nú kannski bara að nýta þetta tækifæri þar sem að ég er nú fráfarandi fulltrúi sveitarfélagsins í stjórn SSNE og þetta eru auðvitað mjög mikilvæg samtök og mér langar að minna nýja sveitarstjórn á að sýna þessum samtökum þessum vettvangi athygli og við getum nýtt okkur þetta samstarf á svo mörgum levelum og það að þegar að sveitarfélögin fengu öll síns fulltrúi í stjórn hefur elt samtali mjög mikið og það er hægt að við finnum meira fyrir því hvað er í gangi innan SSNE þannig að við hvetjum ykkur til þess að vanda vel valið, þetta er bara skemmtilegt að vera þannig inni og við höfum það sem þessi samtök geta gert er að veita okkur aukinn slagkraft þannig að bara takk fyrir. Vill einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, það liggur hérna fyrir til sveitarstjórnar að bókun og hún er mjög einföld. Sveitarstjórn vísar erindinu til nýrar sveitarstjórnar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun samþykkt samhljóða. Mál númer 4 var það héraðsnefnd vegna slita á tillaga skiptingu eigna en fyrir sveitarstjórn liggur tillaga skiptingu eigna héraðsnefndar Þingeyinga en aðaldarsveitarfélögin samþykktu slit nefndarinnar á vormánuðum 2024. Á fundi framkvæmdastjórnar héraðsnefndar Þingeyinga þann 8. júlí 2024 var skipað í skiptastjórn héraðsnefndar Þingeyinga BS í samræmi við ákvæði 5. málsgreinar 94. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Árni Pétur. Oddviti, ágæta sveitarstjórnarfólk. Mér þykir svolítið mikilvægt vegna þess að nú auðvitað hvaða skoðun sem menn hafa á því að þá er auðvitað búið að leggja héraðsnefndina niður og menn hafa haft í gegnum tíðina mikil áform Þingey og hvað skal við hana gera og auðvitað er það svolítið skylda á okkar að sýna henni svolítið sóma. Ég óttast það mjög að ef að þessi samningur eða eignaskipti gera það að verkum að eignin Þingey skiptist á milli allra sveitarfélaganna þá held ég að þar með fyrst verði gulltryggt að ekkert gerist í einni og henni verður ekki sýndur neitt sómi. Það er nú þannig að það er tekjustraumur af þessari eign vegna þess að hún ber veiðilegu tekjur og það er náttúrulega búið að tala um það í áratugi að þessar tekjur eigi að renna til uppbyggingar í eyjunni og þetta er náttúrulega heilmikið af fornleifum og mjög merkileg saga og mikil ástæða þar sem að báðar sýslurnar eru nefndar eftir þessari ágættu eyju að þá er það svolítið skylda okkar að sýna henni svolítið sóma og ég bara ber geld varhug við því að við förum í því að skipta eyjunni menn að við sátum öll saman í héraðsnefnd og gátum samteki framkvæmt eitthvað eða gert eitthvað að þá held ég að það sé fyrst ljóst að ekkert gerist ef að henni verður skipt á milli okkar í einhverjum eignarhlutum. Þannig að það er mjög mikilvægt að Þingeyjarsveit eignist eða hafi forræði með þessari eign og við þurfum einhvern veginn að reyna að koma því fyrir að svo megi verða. Takk fyrir.
Vill einhver annar taka til máls undir þessu lið? Jóhanna Björg. Já, takk Oddviti. Jú, auðvitað vil ég kannski fyrst og fremst bara taka undir með Árna Pétri og eins þessi hugmynd skiptingu eyjarinnar, skuldaþingeyjar og þingeyjar. Hún kemur kannski ekki til úr lausu lofti, þetta bókun úr byggðaráð fundargerð Norðurþings og ég vil bara lýsa mig ósammála þeirri nálgun. Ég tel bara óboðslega mikilvægt að Þingey og skuldaþingey verði í forræði Þingeyjarsveitar. Þetta er innan sveitafélagsins og það er eðlilegt að forræðið yfir henni sé á hendi þess sveitafélags. Það sem má auðvitað segja héraðsnefndinni til hrós er að þarna var unnið deiliskipulag en síðan þá hefur ekkert gerst. Vilji okkar, allavega núverandi sveitarstjórnar hefur alltaf verið til þess að reyna að byggja þarna upp áfangastað, menningarlegan og sögulegan áfangastað og það er bara mjög þungt eins og formið núna og verður ekki auðveldara ef einhverju hugmyndir skiptingu milli sveitarfélaga ganga áfram. Takk fyrir þetta Jóna, vil einhver aðrir taka til máls? Gerður Gjörsvel. Takk Oddviti. Ég vil bara taka undir það sem hefur komið fram hjá Árna Pétri og Jónu Björgu og bara lýsi yfir því að ég tel bara mun skynsamlegra að Þingey sé í eignarhaldi Þingeyjarsveitar, fyrst og fremst út frá landfræðilegri legu og eins því sem Árni Pétur nefndi að það hefur ekkert verið samstaða að gera neitt en hins vegar hafa verið áform hér uppi að gera þarna áfangastað með svona sögu gönguleiðum á þessu svæði. Þannig að ég bara beini því til kollega okkar í hinum sveitarfélögunum að endurskoða hugsin og heimila Þingeyjarsveit að eignast Þingey, hvort sem að það verður í þessum skiptum eða hvernig sem að það verður útfært og eins og kom fram að þá er þarna tekjustraumur vegna veiðitekna. Það má alveg hugsa sér að uppreikna það, nú virða þann tekjustraum að einhverju leyti. Allavegana bara mjög mikilvægt að þetta verði endurskoðað og annað líka að það eru þarna eignir sem eru skráðar á héraðsnefndina sem tilheyra framhaldsskólanum á Laugum. Þetta er gamall arfur frá í rauninni úr lögum framhaldsskóla en er samt tilkomin síðan að húsmæðraskólanum á Laugum var slitið á sínum tíma vegna þess að Alþingi lagði til fjármagn á móti sýslunefndin á sínu tíma þarna fyrir 1930 þegar skólinn var byggður og í lögunum er gert ráð fyrir því að sveitarfélögin eigi eitthvað ákveðna hlutdeild í fasteignum skólana. Ríkið hefur hins vegar nýtt þessar fasteignir, greitt af þeim skatta og skyldur og séð viðhald og endurnýjun öll þessi ár og eina þinglýsta eignarheimildin sem er til er á ríkissjóð. Það er engin þinglýstur eigandi að þessum eignum nema ríkissjóður sem gerir að mínu mati það ómögulegt að eiga einhver viðskipti með þessa hluti. Þannig að ég legg til að Þingeyjarsveit óski eftir því að HMS, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, einfaldlega breyti skráningu og eignarhaldi þannig að ríkið verði 100% eigandi og vegna þess að þannig er þinglýsingin. Takk. Takk fyrir þetta Gerður. Vil einhverju fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki með leyfi varaðjóta þá ætla ég bara að beina þeirri áskorun til þeirra sem eru með okkur í þessu að treysta okkur bara fyrir Þingey og hafa ekki áhyggjur af þessu. Þannig að það þarf auðvitað bæði að hugsa til þess að búa til áfangastað og ekki síður að verja það mikilvæga minjar sem eru þarna. Fyrir sveitarstjórn liggur því til að bókun. Tillaga sveitarstjórnar er að skiptingu eigna héraðsnefndar Þingeyinga er að héraðsnefnd Þingeyinga óski eftir því við HMS að eignaskráning verði lagfærð þannig að fasteignirnar verði 100% eign ríkissjóðs eins og þinglýst eignarheimild segir til Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar ítrekkar ósk sína að eignast Þingey vegna landfræðilegrar legu eyjarinnar. Nei, byrju við. Já,
Sveitarstjóra falið að koma bókun sveitarstjórnar á framfæri við slitastjórn héraðsnefndar Þingeyinga. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefum ekki. Las ég hitt nokkuð vitlaust. Þá ætla ég aðeins með leyfi var óduðtæð ljósi þess að það verður smá mistök við gerð dagskrár að hinn sívinsæli liður ávarp sveitarstjóra ratækin á dagskrá, en þá langar mig til að segja eins og Björgvin Halldórsson farið ekki langt, hann kemur í endan. Ákominn lið nr. 5. Bjarmalíð styrkbeini, menn fyrir sveitarstjórn liggur uppfærð tillaga að kostnaðarskiptingu frá lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra vegna reksturs Bjarmalíðar þolendamiðstöðvar. Verið að breyta greiðslu til höfunum þeirra sveitarfélaga sem standa að miðstöðinni með þeim hætti að greitt ákveðið grunnframlag sem það sama fyrir öll sveitarfélög en síðan hluti framlags grundvallar á íbúafjölda í hverju sveitarfélagi. Breyting á framlagi Þingeyjarsveitar felur í sér örlitla hækkun á framlagi úr 600.000 í 645.868 krónur. Breytingin rúmast innan fjárhagsáætlunar. Til einhver taka til máls undir þessum lið. Svo ekki með leyfi varátvita þá, ég átti ekki að segja neitt. Þá ætla ég að lesa einn upp tillögu að bókun. Sveitarstjórn samþykkir uppfæra tillögu að skiptingu framlaga sveitarfélagana vegna reksturs Bjarmalíðar. Sveitarstjórn beinir því til sviðsstjóra fjölskyldusviðs að útfæra kynningu á starfseminni á miðlum og stofnunum sveitarfélagsins sem og að kanna hvort að viðkomandi aðili geti nýtt sér aðstöðu á vegum sveitarfélagsins til viðtalstíma. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísina skefmerki. Samþykkt samhljóða. Mál nr. 6 varðar Bergið Headspace samstarfssamningur en fyrir sveitarstjórn liggur til umfjöllunar og afgreiðslu samstarfssamningur milli sveitarfélaganna á Norðurlandi eystra og Bergsins Headspace en Bergið Headspace veitir stuðnings og ráðgjafa þjónustu fyrir ungt fólk á aldrinum 12 til 25 ára. Þjónustan aðgengileg án skilyrða og án endurgjalds. Samningurinn til 3 ára. Upphæð Þingeyjarsveitar vegna tímabilsins 1. júlí 2026 til 27. Fyrsta ár 237.243, 260.055 krónur á ári 2 og 282.867 ári 3. Upphæðin rúmast innan fjárheimilda ársins. Vil eitthvað taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þá liggur hér fram komin til að bókun sveitarstjórn samþykkir framlagðan samstarfssamning ásamt árlegu framlagi til Bergsins Headspace. Sveitarstjórn beinir því til sviðsstjóra fjölskyldusviðs að útfæra kynning á starfseminni á miðlum og í stofnunum sveitarfélagsins sem og að kanna hvort að viðkomandi aðili geti nýtt sér aðstöðu á vegum sveitarfélagsins til viðtalstíma. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísina skefmerki að samþykkt samhljóða. Mál nr. 7 húsnæðis- og mannvirkjastofnun fjölgun íbúða með viðráðanlegan húsnæðiskostnað stofnframlög en húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur opnað fyrir umsóknir stofnframlög til bygginga á kaup á almennum íbúðum samkvæmt lögum nr. 52 frá 2016 og reglugerð nr. 183 frá 2020. Umsóknarfrestur til og með 27. júní 2026. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Gerður. Já, takk Oddviti. Það var ekki gert ráð fyrir stofnframlögum í fjárhagsáætlun þessa árs, þannig að þetta kemur til skoðunar hjá næstu sveitarstjórn. Hins vegar þá eru í byggingu núna 3 íbúðir í samstarfi við Brák sem verða reistar í Reykjahlíð í haust og samningar í farvatninu við verktaka að byggja 2 íbúðir út í aðalgerði líka í samstarfi við Brák með stofnframlögum. Þannig að þannig sem ég segi, þetta eru íbúðir sem eru ætlaðar fyrir tekjulægri einstaklinga eða aðila og sem ég segi, kemur í hendur nýrar, ég ætlaði að fara að segja ríkisstjórnar, sveitarstjórnar, takk. Takk fyrir þetta Gerður. Vil einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá liggur hér fyrir fundinum til að bókun. Sveitarstjórn vísar erindunum til nýrrar sveitarstjórnar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísar skefmerki samþykkt samhljóða. Mál nr. 8 varðar Laugafisk vöktunaráætlun en fyrir sveitarstjórn liggur greinargerð frá Samherja framgang mengunarvarna í kjölfar nýs starfsleyfis. Orðið laust. Það vil lengi taka til máls undir þessum lið.
Þá liggur hér fram tillaga bókun. Sveitarstjórn þakkar fyrir greinargerðina og felur sviðsstjóra umhverfis og framkvæmda sviðs að fylgjast vel með þróun mála. Sveitarfélagið hefur samhliða náð miklum úrbótum í fráveitumálum á Laugum og felur sviðsstjóra umhverfis og framkvæmda sviðs að leita leiða til áframhaldandi úrbóta og kynna mögulega lausnir fyrir nýrri sveitarstjórn. Miklu máli skiptir að vel takist til og óskar sveitarstjórn eftir vandaðri upplýsingagjöf frá Samherja til íbúa svæðisins varðandi framgang verkefnisins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun í sem ekki merki. Samþykkt samhljóða. Mál númer 9 varðar greið leið, aðalfundur 2026 en fyrir sveitarstjórn liggur aðalfundarboð vegna aðalfundar 2026 frá greiðri leið EHF sem haldinn verður þriðjudaginn 9. júní næstkomandi á Teams. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá komið hér til að bókun sveitarstjórn samþykkir að Knútur Emil Jónasson fari með umboð þingasveitar á fundinum. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skilja merki, það er samþykkt samhljóða. 10. liður á dagskrá er atvinnuefling þingasveitar fundargerðir en fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 65. fundar atvinnueflingar þingasveitar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er hér til að bókun þar sem sveitarstjórn samþykkir lán til atvinnueflingar þingasveitar til að fjármagna að fjárhæð 3 milljónir króna til aukningar af hlutafé félagsins í Tröllasteini EHF og er lánið fjármagnaða samanber viðauka undir næsta dagskrálið. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun sem það skilja merki, samþykkt samhljóða. Mál númer 11 er fjárhagsáætlun 2026 viðaukar tengt fyrra máli en fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu viðauki númer 4 við fjárhagsáætlun 2026. Upphæð viðauka er 3 milljónir króna og er hann í einum lið og snýr að aukningu hlutafjár atvinnueflingar þingasveitar í Tröllasteini EHF. Viðaukinn er fjármagnaður á handbæru fé. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá liggur hér fyrir til að bókun sveitarstjórn samþykkir framlagðan viðauka númer 4 að fjárhæð 3 milljónir króna sem fjármagnaður er af handbæru fé. Liður númer 12 varðar rekstrar og faglega glemdi að greiða atkvæði. Afsakið, ég fór aðeins og gist, ég hlakkaði svo til að heyra pistil frá sveitarstjóra. Þá er til að bókun í máli númer 11. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan viðauka númer 4 að upphæð 3 milljónir króna sem fjármagnaður er á handbæru fé. Þau ykkar sem geta ekki samþykkt þessa bókun vissan ekki að merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður númer 12 varðar rekstrar og faglega úttekt á skólum. En fyrir sveitarstjórn liggja niðurstöður HLH-ráðgjafar á Háskólans á Akureyri á rekstrar og faglegri úttekt á leik- og grunnskólum sveitarfélagsins. Skýrslan var unnin samkvæmt samþykkt sveitarstjórnar á 63. fundi þann 11. september 2025. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Gerður, Ísvel. Takk Oddi til að byrja með bara vil þakka þeim sem að unnu þessar úttektir. Þetta er annars vegar rekstrar úttekt á grunnskólum sveitarfélagsins og hins vegar úttekt á faglegu starfi. Núverandi sveitarstjórn fékk kynningu fyrir viku 10 dögum síðan á niðurstöðum þessara verkefna og það var kannski ekki margt sem að koma óvart en gríðarlega mikilvægt fyrir næstu sveitarstjórn að hafa þetta tól í höndunum til þess að geta vegið og metið hvort að og hvar úrbótatækifæri mögulega liggja því þau eru náttúrulega alltaf til staðar en ég vil bara taka það fram að þrátt fyrir það að skólarnir okkar séu dýrari eða nemendur í okkar grunnskólum þeir kosta meira heldur en víðast hvar annars staðar á landinu að hluta til er það vegna þess að við búum í svo víðfeðmu sveitafélagi, það er mikill skólaakstur og mikla vegalengdir en þá er það alveg augljóst að skólastarf í Þingeyjarsveit er gott, nemendurnir okkar er að koma vel út í lestri, lestraskilningi, starffræði eru ánægðir, líður vel, foreldrar ánægðir, kennarar ánægðir, auðvitað þetta eru niðurstöður svona úr rýnihópum og könnunum sem voru gerðar en allavega þetta eru svona niðurstöður sem er hægt að horfa til þegar að verði farið að skoða framtíðina. Takk.
Vil einhver annar taka til máls undir þessum lið? Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarfólk. Ég held að liggi augum uppi að það eru miklar áskoranir í skólamálum á næsta kjörtímabili. Ég styð það að vísa þessari skýrslu til næstu sveitarstjórnar. Já, ég hef svolítið áhyggjur af þessum málum, en ég kannski bara fer betur út í það á næsta fundi með nýrri sveitarstjórn. Takk fyrir þetta, Eyþór. Vil einhver annar taka til máls? Jóna Björg. Já, takk Oddviti. Ég ætla að byrja á því að ítreka bara þessar þakkir til skýrsluhöfunda. Það var mjög gagnlegt og þarft að fá þessa tvískiptu vinnu. Annars þessa rekstrarlegu úttekt og hins vegar þessa faglegu úttekt frá skólamiðstöð Háskólans. Og það sem að kom vissulega ekki óvart og voru að heyra fjárhagsmegin skýrt út fyrir okkur sveitarstjórnarfólki það sem við sjálf vissum og höfum vitað allan þennan tíma að skólanur okkar kosta. Það sem ég vil líka bara fá að benda á í því samhengi að við erum líka bara með þá stefnu og höfum mótað okkur þá stefnu í sveitarfélaginu að reka góða og öfluga skóla. Við vitum það kemur okkur í sveitarstjórn ekki á óvart að skólarnir okkar séu dýrir. Það liggur í hlutarins eðli, þetta eru fámenni skólar og það er mikla vegalengdir, skólaaksturinn kostar mikið, en á sama tíma erum við bara með þessa skýru stefnu að veita nemendunum okkar eins miklu og góða þjónustu og kostur og það sjáum við svo í faglegu úttektinni, að nemendunum líður vel og foreldrunum ánægðir og það er gott starfsmannahald. Það þýðir ekki að það megi ekki alltaf leita leiða til þess að draga úr kostnaði, en við megum ekki fari á loft með niðurskurðarhnífinn að vega einhverju leyti að þeirri góðu þjónustu sem við veitum í skólanum okkar. Þannig að, jú, mér finnst enga nýja fréttir að það séu sérfræðingar, fjártækni sérfræðingar að segja okkur að skólanum okkar séu dýrir. Ég veit það, en það er líka út af því að við viljum hafa góða skóla. Vil einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þá komin hér til að bókun það sem segir þannig: sveitarstjórn þakkar höfundum og vísar skýrslunni til nýrrar sveitarstjórnar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunni sem gefa merki, það er samþykkt samhljóða. Liður númer 13 varðar ástand hitaveitu frá Reykjahlíð í Attagerði inn í framhaldi af fundi sveitarstjóra og framkvæmda veitunefndar með landeigendum í Vogum þann 29. apríl síðastliðinn. Óskaði nefndin eftir því að sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs léti gera greiningu á rekstrarhæfi hitaveitu Reykjahlíðar. Hluti af þeirri greiningu er að efla mælingar og vöktun. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þá lögð fram hér til að bókun: sveitarstjórn þakkar framkvæmdasviði fyrir framlögð gögn og felur sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að vinna gögnin áfram í samræmi við afgreiðslu framkvæmd og veitunefndar frá 30. apríl síðastliðnum. Sviðsstjóra er einnig falið að kostnaðar metan ílagnir annars vegar frá Reykjahlíð að Vogum og hins vegar frá Hótel Laxa á Attagerði. Samningsdrög frá 2020 er ekki hagfelld fyrir veitustofnun út frá þeim útreikningum sem liggja fyrir og ítrekar sveitarstjórn tillögur og lausn samanber erindi til landeiganda sem send var 30. mars síðastliðinn. Sveitarstjórn telur að aðkallandi endurnýjunar framkvæmdir á stofnlögn frá Reykjahlíð að Vogum hvíli á því að samningar náist kaup og dreifingu á heitu vatni svo rekstrarforsendur veitustofnunar séu fyrirsjáanlegar. Sveitarstjóri er falið að kynna landeigendum niðurstöðu sveitarstjórnar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun sem það gefur merki. Hún er samþykkt með 7 fyrirgefðu. Vá. Þeir sem eru á móti, 2, Eyþór og Haraldur. Ég ætla að segja Halli. Þá viljið þið gera grein fyrir atkvæði ykkur? Já. Halli.
Já, fundastjóri ágættu fundamenn. Ég tel að það sem að við vitum það sem að erum í sveitstjórn núna og áður að það búið að vera lengi samningslaust milli landeigenda Voga og sveitafélagsins málefni hitaveitunar, og eftir þann fund sem við sátum núna síðast þá kom fram frá landeigendum Voga að þeir væri tilbúnir að ganga frá samningi sem að hafði verið í burðarliðnum þegar að Skútustaðahreppur var 2022, og ég tel að það sé góðu grunni til þess að halda áfram með til samninga. Þannig að ég held að hafi ekki verið heilla vænlegt að hafna því að vinna út frá þeim samningi. Vill einhver annar taka þeim máls undir þessum lið? Svo ekki, vil ég leysa bókunina aftur. Þau ykkar sem geta samþykkt bókunina eins og hún var lesin hérna áðan vinsamlega skefið merki. Það fyrir ekki, við vorum búin að þessu. Afsakið, það er svo óvanalegt að menn þurfa að gera grein fyrir atkvæðisum. Ég beðist afsökunar á þessum ruglingi, ég mun að eyða þessum myndbandinu fljótlega. Mál númer 14 varðar Vatnajökuls þjóðgarð, viðauki við stjórnunar- og verndaráætlun austurafrétt Bárdæla. Fyrir sveitarstjórn liggur umsagnarbeiðni frá Náttúruverndarstofnun varðar Vatnajökuls þjóðgarð og viðauka við stjórnunar- og verndaráætlun fyrir austurafrétt Bárdæla. Umsagnarfrestur til og með 18. júní næstkomandi. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, en tillaga bókun hljóðar þannig: Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við viðauka stjórnunar- og verndaráætlunar Vatnajökuls þjóðgarðs fyrir austurafrétt Bárdæla. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísanlega skefið merki. Samþykkt samhliða. Magga ætlaði að vera á skjánum. Já. Næsta mál varðar aðalskipulag 2024 til 2044 endurskoðun, en á 50. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt undir þessum lið. Aðalskipulag, afsækið, þetta er langloka. Á 50. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt vegna liðsins aðalskipulag 2024 til 2044 endurskoðun, en á fundinu voru lagðar fram tillögur að svörum við umsögn HMS. Nefndin bókaði svona: skipulagsfulltrúa falið að uppfæra skjalið í samræmi við umræður á fundinum og málinu vísað til sveitarstjórnar. Sveitarstjórn hefur fengið þessi svör til yfirferðar og við tökum okkur augnablik. Já. Jóna, vil einhver taka til máls undir þessu lið? Jóna? Eitthvað hefur, eins og bara fram hefur komið, þá erum við náttúrulega bara á lokasprettinum í að klára aðalskipulagið. Það er náttúrulega, sveitarstjórn búið að samþykkja aðalskipulagið og svo það búið að vera í yfirferð hjá HMS, áður skipulagsstofnun, og það bárust þó nokkuð af athugasemdum, ekki kannski stórvægilegum, en það krefjast samt þess að sveitarstjórn svari. Skipulagsnefnd hefur farið yfir spurningarnar, gert svör þar sem við á og leggur þær hérna fyrir sveitarstjórn, og þá er það bara sveitarstjórnar að taka afstöð til þessara svara og hvort að sveitarstjórn geti samþykkt þær fyrir sitt leyti. Þakka þér fyrir þetta, Jóna. Vil einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá liggur þér fyrir fundinum til að bókun. Sveitarstjórn staðfestir tillögu skipulagsnefndar að svörum til HMS og fylgur skipulagsfulltrúa að koma svörum á framfæri. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísanlega skefið merki. Samþykkt samhljóða. Þá komum við að mál nr. 16 sem varðar jarðböðin. Þetta er mál frá skipulagsnefnd varðandi breytta afmörkun byggingareits og breytinga deiliskipulagi, en á 50. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi jarðböðin, breytt afmörkun byggingareits, breytinga deiliskipulagi. Þá fyrirgefðu Ragnhildur. Ég ætla bara að segja það.
Ragnhildur og Anna Bragadóttir hafa vakið athygli á mögulegu vanhæfi við afgreiðslu þessa máls. Þau ykkar sem geta samþykkt vanhæfi Ragnhildar vinsamlega skeiðmerki. Það er ekki samþykkt. Þau ykkar sem geta samþykkt vanhæfi Önnu Bragadóttir vinsamlega skeiðmerki. Það er ekki samþykkt, þannig að þær skuli sitja hér áfram undir þessu. Nefndin bókaði svo: skipulagsnefnd samþykkir óverulega breytingu á deiliskipulagi samkvæmt framlögðum gögnum með þeim breytingum sem ræddar voru á fundinum. Skipulagsnefnd telur ekki þörf á greindarkynningu samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem breytingin varðar ekki hagsmuni annar en umsækjanda. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja breytinguna samkvæmt annarri málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Vill líka taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki. Þá er komin til að bókun. Sveitarstjórn samþykkir breytinguna samkvæmt annarri málsgrein 43. greinar skipulagslaga og felur skipulags fulltrúa að annast málið samkvæmt lögum og reglugerðum þarum. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiðmerki. Þú er bara að hlusta á upptökuna. Heyrðu, þá er komið að lið númer 16 sem er ákoma lið númer 17 sem er skýrsla sveitarstjóra. Skerðu svo vel. Já, takk fyrir það, Oddviti. Nú í lok kjörtímabilsins eru íbúa Þingeyjarsveitar 1588 talsins en voru 1365 í upphafi kjörtímabils. Það samsvarar 16,3% fjölgun og er það vel. Nú á fjármála- og stjórnsýslu sviði hefur mikil áhersla starfsmanna að undanförnu verið á undirbúning sveitarstjórnarkosninga og þau fjölmörgu verkefni sem kosningunum fylgja. Þá er hafinn undirbúningur að móttöku nýrrar sveitarstjórnar og viðskilnaðar við þá sem nú er að ljúka sínu kjörtímabili. Nýverið samþykkti sveitarstjórn nýja öryggistefnu í tölvu- og kerfismálum. Eins og dæmin sanna er sífellt mikilvægara að vera með belti og axlabönd þegar kemur að öryggismálum. Í vinnslu er fræðslu og leiðbeiningavefur fyrir starfsmenn sveitarfélagsins og er það einn af þeim liðum sem að þessi nýja stefna til þess að uppfylla þessa nýju stefnu. Á umhverfis- og framkvæmdasviði þar er verið að ljúka heildstæðri hönnun á lóðum grunn- og leikskóla sveitarfélagsins og í framhaldinu verða sett upp ný leiktæki sem að lengi hefur verið beðið eftir. Framkvæmdir við nýtt húsnæði í Tjarnarskjóli eru enn í gangi, leikskólanum á Stórutjörnum og ganga vel og eru á áætlun. Skipulagsstofnun hefur sendt frekari ábendingar vegna aðalskipulagsins eins og framkom hér á fundinum áðan og á síðasta fundi skipulagsnefndar í gær voru samþykkt viðbrögð sem sveitarstjórnin nýverið hefur samþykkt eða staðfest. Þó nokkrar byggingaleyfisumsóknir hafa verið að berast og er augljóst að framkvæmda hugur er í sveitungum nú svona í upphafi sumars. Nú á fjölskyldusviðið þar eru ávallt fjölmörg stór verkefni í gangi, enda mörg verkefni sem að falla undir sviðið. Efstabaugi er það grunnskólinn sveitarfélagsins verður slitið nú í lok vikunar og í upphafi þeirra næstu. Nú Birna skólastjóri Stórutjarnarskóla verður kvödd þann 5. júní næstkomandi á staðfundi skólastjórnenda og sviðsstjóra fjölskyldusviðs. Hún mun þó vinna til og með 19. júní en þá óskar hún eftir að taka sumarleyfi og vera laus frá störfum. Það verður sjálfsagt orðið við því. Sveitarstjórn færi Birnu bestu þakkir fyrir samstarfið og óskar henni velfarnaðar í framtíðinni. Sviðsstjóri fjölskyldusviðs er í samráði við leikskóla og stjórnendur að vinna að útfærslu vinnutíma styttingar í leikskólunum með það að leiðarljósi að gera starf við leikskólana eftirsóknarverðara í leiðinni til að vera lögð fyrir nýja sveitarstjórn í sumar. Sviðsstjóri í samráði við skólaþjónustu er að vinna að því að strax í haust standi öllum foreldrum barna
sem byrja í 1. bekk í grunnskólum Þingeyjarsveitar til boða að sækja svo kallað PMTO, foreldrafærni námskeið, en PMTO stendur fyrir Parent Management Training Oregon aðferð hjá PTMO miðstöðinni. Það er stefnt að því að slík námskeið verði árleg fyrir foreldra verðandi 1. bekkinga og námskeiðið verði hluti af foreldra þáttöku í skólagöngu barnsins. Þetta verði sem sagt skyldu námskeið fyrir foreldra. Námskeið er 1 skipti, 2-3 klukkustundir í senn. Kostnaður óverulegur miðað við væntan ávinning og á námskeiðinu farið yfir mikilvægi þess að vinna með vanda á fyrstu stigum en margir foreldrar gera þau mistök að halda að óæskileg hegðun muni eldast á barninu. Foreldrar fá á námskeiðunum ýmis verkfæri í hendur til að nýta heima fyrir. Rannsóknir hafa leitt í ljós að PMTO dregur úr hegðunarerfiðleikum barns á heimili og hefur auk þess jákvæð áhrif á samskipti innan fjölskyldu og framistöðu barns í námi. Og þess má geta svona til gamans að fjárfestar hafa komið auga á þetta verkefni og eru farnir að fjárfesta í slíkum í þessu verkefni í rauninni og því skyldi sveitarfélög ekki gera það líka. Þannig að þetta mun trúlega koma inn á borð nýrrar sveitarstjórnar í sumar. Síðan örfa orðum heilsukjarnan okkar sem að lengi hefur verið í undirbúningi, það er að segja húsnæði sveitarfélagsins í Kjarna á Laugum, það húsnæði sem áður hýsti hreppskrifstofu Þingeyjarsveitar. Nú þegar búið að leigja út 3 rými, 1 fyrir snyrtistofu, 1 fyrir skrifstofu og 3. fyrir móttöku lækna heilbrigðisstofnunar sem mun flytja úr íþróttahúsinu á Laugum núna á næstu dögum eða vikum. Í Kjarna verður unggott móttökurými fyrir lækna ásamt sameiginlegri biðstofu með annarri starfsemi í húsinu. Nýverið var auglýst eftir áhugasömum aðilum á sviði heilsutengdrar þjónustu og er von okkar sú að sjúkraþjálfarar, nuddarar og fleiri sjái sér hag í því að hafa viðveru í Kjarna dag og dag. Með styrk frá Byggðastofnun með sveitarfélagi leitast við að gera aðstöðuna þannig úr garði að þjónustu aðilar geti leigt dag og dag án þess að þurfa að hafa meðferðis fyrirferða mikil tæki og tól svo sem nuddbekki eða önnur áhald. Það sama á við aðstöðu fyrir hársnyrtistofu, þar verður allt til staðar í rauninni nema skærin. Hugmyndin heilsukjarna kom upp í kjölfar skoðunar sveitarstjórnar Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar fyrir sameiningu á því hvort sameinað sveitarfélag gæti með aðkomu ríkisins og heilbrigðisstofnunar þróað samþættingu á heilbrigðis- og félagsþjónustu í okkar dreifðu byggð, samsvarandi við verkefni Gott að eldast. Á yfirstandandi kjörtímabili hafa sveitarstjóri og sveitarstjórnarfulltrúar fundað með 3 ráðherrum í þeim tilgangi að fá inngöngu í þetta verkefni Gott að eldast og töldum við okkur hafa náð góðum árangri eftir fund með heilbrigðis- og félagsmálaráðherrum í nóvember 2024, örstuttu áður en að þáverandi ríkisstjórn sprakk. Síðan þá hefur verið haft samband við ráðherra, bæði félags- og heilbrigðis, til að óska eftir upptöku viðræðna en því miður án árangurs, svo ég hvet nýja sveitarstjórn til að taka málið upp á ný með yfirvöldum því hér er að ræða mikla þjónustu bót fyrir okkar besta fólk. Nú eins og endranær hefur sveitarstjóri setið fjölmarga og fjölbreytta fundi. Fjölbreytnin til marks það hversu starfsemi sveitarfélaga fjölbreytt. Fyrst má nefna vorfund almannavarnanefndar lögreglu umdæmis Norðurlands eystra og var það síðasti fundur þessa kjörtímabils og vil ég þakka nefndinni fyrir ánægilegt samstarf. Nú Kristborg Þórisdóttir fyrir hönd fornleifastofnunar kom á fund sveitarstjóra færandi hendi með niðurstöður fornleifaskráningar á Flateyjardal og Flateyjardalsheiði en sveitarfélagi kom að því verkefni með fjárframlagi. Haldin var kynning fyrir sveitarstjórn og stjórnendur grunn- og leikskóla og úttekt á rekstri og faglegu starfi skóla sveitarfélagsins sem að einmitt var afgreitt hér á fundinum rétt áðan. Staða sviðsstjóra fjölskyldusviðs var auglýst og fóru ráðningarviðtöl fram í annarri viku maímánaðar.
Að loknu viðtölum og mati og umsækjendum var Hjördís Sigríður Albertsdóttir ráðin í starfið en hún hefur gegnt því frá september 2025 í tímabundinni ráðningu. Árlegur fundur með aðilum frá húseigendafélaginu í Flatey var haldinn fyrir skömmu þar sem farið var yfir stöðu mála í eyjunni og þá sérstaklega ástand hafnar og bryggjunar. Kínverski sendiherran ásamt föruneyti sótti okkur heim í mánuðinum og tóku oddviti Arnór sveitarstjórnarfulltrúi og stjórnarmaður í Aurora Observatory SES ásamt Margréti Holm á móti gestum hér í Þingey. Framkom í máli gesta að nú standa yfir loka framkvæmdir við hús Aurora Observatory á Kárhóli og mega íbúar vænta þess í sumar að fá boð opið hús. Nú þann 21. maí hélt Vatnajökulsþjóðgarður kynningu í Kiðagili á viðauka við stjórnunar og verndaráætlun fyrir Austur-Afrétt Bardæla. Það var fjölmennur og upplýsandi fundur þar sem gestir fengu tækifæri til þess að leggja fram spurningar til sérfræðinga þjóðgarðsins. Og í dag var síðan haldinn reglulegur fundur sveitarstjóra, Mývatnsstofu og Markaðsstofu Norðurlands framgang aðgerða áætlunar framtíð ferðaþjónustu í Þingeyjarsveit. Síðan vinnustofa með íbúðum og hag aðilum ferðaþjónustunnar í Þingeyjarsveit var haldinn í Selhóteli fyrir rúma ári síðan. Hefur ýmislegt áunnist í þéttu samstarfi Þingeyjarsveitar og Markaðsstofu Norðurlands. Sem dæmi það má nefna að markaðsstofurnar almennt á landsvísu ásamt hæfnisetri ferðaþjónustunnar að setja upp sérsniðna fræðslu dagskrá fyrir stjórnendur í menningatengdri ferðaþjónustu þar sem áherslan verður lögð á markaðssetningu og stafræna hæfni. Það er hafið verkefni samræmda móttöku skemmtiferðaskipa. Það einnig gert á stærri skala heldur en bara hér í Þingeyjarsveit og á vegum Mývatnsstofu verið útbúa nýtt markaðsefni fyrir komandi vetur. Það verið að stika og hnitsetja gönguleiðir svo eitthvað sé nefnt. Og síðasta formlega verkefni sveitarstjóra og núverandi sveitarstjórnar fer fram í dag en það móttaka fyrir framkvæmdastjórn Vegagerðarinnar sem nú fundar í Mývatnssveitinni Fögru. Markmið fundarins að styrkja tengsl og efla samstarf Vegagerðarinnar í sveitarfélagið. Verður að léttari nótum en hinni reglubundnu samráðsfundir sveitarfélags og svæðismiðstöðvar Vegagerðarinnar. Það Vegagerðin sem á frumkvæðið og vill með þessu leggja áherslu á að fræðast starfsemi og áherslu sveitarfélagsins á heimavelli með það að markmið að bæta skilning þeirra á forgangsmálum okkar og viðhaft þá hagsmuni að leiðarljósi í þeirra störfum. Nú að lokum, örlítið svona á persónulegri nótum. Hér yfirstandandi síðasti sveitarstjórnarfundur kjörtímabilsins. Kjörtímabil sem hefur að mínu mati verið lærdómsríkt, krefjandi en leið gefandi. Ég einlæglega sátt við hvað hefur áunnist. Ég líka sátt við að hafa ekki komist lengra með fjölmörg verkefni. Það einfaldlega þannig að verkefni á vegum sveitarfélaga eru fleiri og fjölbreyttari en hjá hefðbundnum fyrirtækjum og hinum almenna markaði. Og fjölmörg af okkar verkefnum. Þau krefja samstarfs við aðra opinbera aðila, stundu jafnvel fleira en einn og það krefst þolinmæði og það krefst seiglu að fylgja málum eftir. Framtíð Þingeyjarsveitar björt. Atvinnutækifærin eru óþrjótandi og mannauðurinn mikill. Geosílíka mun hefja starfsemi á Þeistareykjum nú í haust og undirbúningur hafinn fyrir 10.000 fermetra hátækni framleiðsluhús Nýsköpunar einnig á Þeistareykjum. Það að ræða stærsta atvinnutækifæri í sveitarfélaginu fyrr og síðar. Reiknaði með alltaf 40 störfum og það munar minna. Í tilfellum beggja þessara fyrirtækja skiptir nálægðin við jarðvarmavirkjunina höfuðmáli og þétt og gott samráð við Landsvirkjun lykilatriði. Þeistareykir eru og verða hornsteinn í rekstri sveitarfélagsins ókomna tíð og gera okkar fámenna en víðfeðma sveitarfélagi kleift að veita íbúum betri þjónustu en ella væri svo sem heimreiða mokstur sem eftir því sem ég veit best eru ekki önnur sveitarfélag að veita sínum íbúðum. Mögulega Múlaþing að einhverju leyti þó. Nú stöðuleiki og aðhald í fjármálum sveitarfélagsins eilífðarverkefni og það ábyrgð sveitarstjórnar mikil. Ég sátt við afkomu síðustu ára og ánað með að tekst hefur að greiða niður skuldir og þar með að styrkja stöðu sveitarfélagsins inn í óvissu framtíðar.
Skulda hlutfallið lágt miðað við meðaltal og þarf að vera það ekki sísta meðan vextir og verðbólga eru í hæstu hæðum. Ég þakka fyrir mig, þakka fyrir að hafa fengið tækifæri til að leggja mitt af mörkum fyrir samfélagið sem hefur fóstrað mig og mína. Síðast en ekki síst þakka ég öllu því frábæra starfsfólki sveitafélagsins sem hefur stigið öldurnar með sveitastjórn á þessu fyrsta kjörtímabili sameinaðs sveitafélags. Án þeirra hefði ekkert áunnist. Ég þakka skólastjórnendum og starfsfólki leik- og grunnskóla fyrir sitt góða starf, en eins og fram kemur í úttekt sérfræðinga sem var kynnt hér á fundinum í dag, erum við mjög lánsöm með gott skólastarf sem við megum svo sannarlega vera stolt af. Og félögum mínum í sveitastjórn þakka ég skemmtilegt, krefjandi og gott samstarf á kjörtímabilinu. Takk fyrir mig. Leyfi var oddvita þá og ég reikna með að aðri sveitarstjórnarfulltrúar taki undir með mér þakkir til þín sömuleiðis. Þau kannski geta samþykkt, já, fyrir ekki afsakið, það eru Eyþór alltaf að taka til máls líka. Oddviti, sveitarstjóri, ég má sennilega ekki ávarpa sveitarstjóra, þannig ég ávarpa oddvita. Það er kannski ekki gott að gera athugasemdir við skýrslu sveitarstjóra eftir að hún fer á persónulegu nótur, en ég ætla ekki að gera athugasemdir við þann part skýrslunar. En varðandi þetta PMTO verkefni, ef ég heyrði rétt þá sagði sveitarstjóri að það yrði skyldu námskeið fyrir foreldra fyrstubekkinga, en að þeir þyrftu samt sem áður að greiða fyrir námskeiðið. Þetta er væntanlega, ef ég skildi þetta rétt, eitthvað sem að ný sveitarstjórn þarf að taka fyrir, en mér finnst það að vera mjög, ég ætla bara að segja það, mjög vont ef að sveitarfélagið ætlar að skylda foreldra barna á námskeið, annars hvað? Annars fá þau ekki mæti í skólan. Maður spyr sig, en ég þekki ekki þetta verkefni svo sem að það getur vel verið að þetta sé bara mjög gott námskeið, en mér finnst mjög vont ef að sveitarfélagið ætlar að skylda íbúa sína á námskeið, hvað sem það námskeið er. Takk fyrir þetta Eyþór, líka annað að taka til máls, Gerður. Já, takk Eyþór, þetta var kannski ekki alveg nægilega skýrt, en það fylgir þessu kostnaðar, jú, og það var það sem ég var að meina með að það er farið að fjárfesta í þessu verkefni vegna þess að þeir sem hefur peningana þeir sjá að þetta verkefni er að skila sér mjög vel, og það sem ég var að meina var það að því ætti sveitafélagið ekki að fjárfesta, og það er það sem ætti að koma inn á borð nýra sveitarstjórnar. Vill ný sveitarstjórn greiða fyrir þessi námskeið fyrir foreldra. Skyldu námskeið, það er náttúrulega ekki hægt að skylda neitt, en það hefur verið lagt gríðarlega mikið upp úr því að foreldrar taki þessi námskeið. Það er ekki hægt að skylda neitt, það er alveg rétt. Takk fyrir þetta, vil einhver annar taka til máls. Þá þökkum við þetta ávarp og höldum áfram með dagskrána og þessum akkurat er að vera búið. Málnúmer 18 er það ungmennaþing SSNE, en fyrir sveitarstjórn liggur niðurstöðu skýrsla frá ungmennaþingi SSNE frá 2026 til kynningar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þetta er lagt til fram til kynningar. Næsti liður er skýrsla kjörstjórnar vegna sveitarstjórnar kosninga frá 2026, en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar. Skýrsla kjörstjórnar þingasveitar vegna sveitarstjórnar kosninga 16. maí 2026. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki lagt til fram til kynningar. Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi eystra, fundargerði 2022 til 2026, en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 83. fundarstjórnar SSNE frá 7. maí síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Þetta er hér lagt fram til kynningar. Svo er ekki.
Næsti liður varðar þinggerð ársþings SSNE en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar þinggerð ársþings SSNE fyrir árið 2026 frá 27. mars síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið, svo er ekki, lagt til samt kynningar. Hér er liður sem heitir fundargerði Sambands íslenskra sveitarfélaga en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 998. fundarstjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 8. maí síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið, svo er ekki, lagt til fram til kynningar. Hérna kemur Samtök orkusveitarfélaga fundargerðir en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerðir 91. og 92. fundarstjórnar Samtaka orkusveitarfélaga frá 2. mars og 10. apríl síðastliðinn. Vill einhver taka til máls undir þessum lið, svo er ekki, lagt til fram til kynningar. Og síðan er hér liður sem varðar farsældarráð Norðurlands eystra fundargerðir en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 7. fundarstjórnar farsældarráðs Norðurlands eystra frá 13. maí síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið, þetta er lagt fram til kynningar. Þá er dagskrá lokið en hér hefur komið óskum að fá að ávarpa fundinn. Árni Pétur, hversu vel. Oddviti ágætt að setjast þetta fólk. Mér langaði bara að fá tækifæri til að koma hérna upp og þakka fyrir mig. Nú er lokið 17 ára starfi hjá mér í sveitarstjórn fyrir sveitarfélagið og fyrst og fremst að þá bara finn ég fyrir þakklæti. Þetta hefur verið frábært tækifæri, þetta hefur oft verið mjög krefjandi en fyrst og fremst skemmtilegt og lærdómsríkt, hefur aukið mér víðsýni. Ég hef verið það lánsamur að fá að taka þátt í alls konar verkefnum og vera treyst fyrir alls konar verkefnum og ég tek undir orð Gerðar hérna áðan að sveitarfélagið það er bara bjart framundan og gott fólk að taka við sem ég treysti ágætlega, þannig að ég held að vegur sveitarfélagsins sé bara góður og bjartur framundan og langaði bara að segja kæra þakki fyrir mig. Einhverju fleiri sem að taka til máls í lok fundar? Jóna Björg. Já, takk oddviti og annað sveitstjórnar fólk. Mér langaði bara til þess að fara með smá hugleiðingar svona í lokinn af því að nú er að ljúka 8 ára setu í sveitarstjórn hjá mér. Mér langaði að segja að það er hollt að starfa í sveitarstjórn, að læra hvað er mögulegt og hvað ekki og hver hinn raunverulegu verkefni á stjórnsýslustigi er á stjórnsýslustiginu sveitarfélag. Og hversu flókið það er oft að samræma ólík sjónarmið og hagsmuni. Fyrir 8 árum hafði ég einhverjar, en þó óljósar hugmyndir þau verkefni sem fælust í því að ná kjöri í sveitarstjórn. Jú, hún fundaði hálfsmánaðarlega og hún færi með skipulagsmál, skól og fjallskil. En raunin er svo að viðfangsefnin eru nánast óþrjótandi, verkefni sveitarfélaga fjölga sífellt og þau verða alltaf flóknari. En eitt það mikilvægasta sem ég lærði er að sveitarstjórn er fjölskipað stjórnvald. Þar koma saman ólík sjónarmið, mismunandi reynsla og ólíkar áherslur. Enginn veit allt og sannleikurinn, svo vísa sé í Nóbelskáldið, er eins og fjall eitt í kynninni fyrir norðan, mismunandi eftir því úr hvaða átt er horft á fjallið. Það er styrkur samfélagsins að fólk geti verið ósammála án þess að gera hvert annað tortryggilegt eða skilgreina þá aðra sem andstæðinga framfara. Kosningar snúast ekki heldur að í umræðun eftir kosningar hef ég líka velt fyrir mig hvað það þýðir að taka slaginn fyrir samfélagið. Að mínu mati felst það ekki bara í því að gagnrýni og fjarlægð heldur líka að vera tilbúin að stíga fram, gefa kost á sér, taka ábyrgð á ákvörðunum og mæta bæði gagnrýni og álagi. Ég hef sjálf tekið þennan slag, ég hef leitt framboð og starfa á opinberu vettvangi fyrir sveitarfélagið þessi 8 ár. Svo reynsla hefur kennt mér ákveðina auðmýkt, gagnvart verkefnunum og fólkinu sem þeim sinnir. En eftir þetta kjörtímabil í nýju sameinuðu sveitarfélagi getum við í þessari sveitarstjórn skilisátt við. Við höfum tekið þátt í að byggja upp kerfi nýs sveitarfélags sem er nú með stöðuga rekstur, íbúum okkar fjölgar og við bjóðum upp á framúrskarandi skóla og leikskóla.
þá er að ljúka gerð nýs aðalskipulags þessu sveitafélags sem rammar inn stefnu sveitafélagsins um styrkingu byggðar í þéttbýli og dreifbýli ásamt því að standa vörð um umhverfið í víðu samhengi nýtingar og verndar. Álagið var þó stundum fullmikið og mér fannst það kannski fulllangt gengið því mér tók að dreyma sveitarstjórnarmáli líka, en þá gekk reynda mikið á. Ég tók að ganni mínu saman að á síðustu 8 árum hef ég setið eða munið eftir að skrá niður rúmlega 570 fundi, sem er smávegilegu sumarfrí telst mér til að ég hafi setið fundi á vegu sveitafélags sem einum öðrum hætti 3. hvern virkan dag í hverri viku öll þessi ár. Ég er reynslun ríkari, en ég hlakka núna til að hitta kýrnar, soninn, fjölskylduna, vininn og náttúruna aðeins oftar, en ég þakka fyrir traustið. Vil einhver annar taka til máls? Haraldur. Já, oddviti og ágæta sveitarstjórnarfólk. Ég ætlaði líka að fá tækifæri til að þakka fyrir mig. Ég hef reyndar bara verið núna í 3 ár í þessari sveitarstjórn, en þetta er búið að vera gefandi og lærdómsríkt og það hefur margt gengið á, en ég held við séum nú á góðum stað í dag og ég lít björtum augum á framtíðina, en ég held að við getum bara gengið brosandi út í sumarið þegar þessu rétti líkur núna og það verður góð framtíð framundan. Ég trúi því. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Takk Nildur fyrir meðum orðin. Takk oddviti, það er svona eins og þetta með kýrnar, þegar ein kýr er mígur þá míga allar. Ég er nú ekki undirbúin að ræðu fyrir þetta, en ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir kæra sveitarstjórn fyrir síðustu 4 ár. Starfsfólkinu einnig, frábært starfsfólk, mjög áhugaverður tími, krefjandi, skemmtilegur, stundum erfiður, en maður hins vegar lærði alveg ótrúlega mikið á þessu. Það er ekkert auðvelt að koma inn í sveitarstjórn í fyrsta sinn í nýsameinuðu sveitarfélagi. Það er ekki auðvelt. En þetta bara, það var bara virkilega maður er bara reynslu ríkar eftir þetta. Ég er þakklát fyrir það og kannski geri ég þetta eitt tíðan seinna. Takk fyrir mig. Vil einhver annar að taka til máls á lokum? Svo er ekki, þá slít ég þessum síðasta fundi þessarar sveitarstjórnar klukkan 15:37. Takk fyrir.